Komið í sæl. Mér fannst við hæfi að við myndum minnast hennar Hildar Gunnlaugsdóttir sem að dó síðastliðið haust og hún er nú sú manneskja sem að hefur sett hvað mestan grunn að þeirri vinnu sem erum við vinna í dag við skráningu. Og hún var náttúrulega lengi gæðastjóri Gegnis, einhvern tíma hét það ritstjóri Gegnis. Hún kenndi ansi mörgum í skráningu en það er nú allavega 10 ár síðan að hún kendi seinast, líklega svona 12 ár held ég. Og hún mótaði verklag og verkferla og hún var rosalegu frumkvöðull í skráningu. Og síðan ekki síst þá var hún ásamt mér og fleirum að við innleiðum gagnanna þegar við samuðum gamla Gegni, Feng, metrabók, þú veist, við má vita hvað þetta hét allt, embli og svoleiðis og gögnin voru rosalega skítug og það varð að hreinsa þetta upp. Handbók skrásetjara er barnið hennar Hildar. Það var það sem hún vildi gera og hún barðist fyrir því að fá að gera það hérna á Landsbókasafni. Það voru frábærir vefstjórar sem að hjálpuðu og náttúrulega allt starfsfólkið en þetta hefði ekki orðið að veruleika, allavega ekki á þeim tíma sem að það gerðist nema fyrir tilstöðilegan Hildar. Og hún var sem sagt mikil verkakona hún Hildur og hún var rosalega góð vinkona okkar líka. Hún var rosalega góð vinkona þeirra sem að störfuðu að gæði gagnagrunnsins í Gegni, Hallfríðar, Rögnu og fleiri. Þannig að hún var okkur stoð og stytta og mikil vinkona. En var ég var að leita að myndum að Hildi og ég fann alveg slatta, en þær eru allar eins, því miður er það þannig. Af því hún er alltaf að kenna eða rýna í index og við vorum alltaf að skoða hvað finnum við í Gegni, af því við þurftum að vera með indexa og þá þurfti að loka kerfinu í nokkra daga og taka svona það sem við köllum köld afrit og svo þurfti ég að testa og vera með og við vorum alltaf með svona indextöflur, það var alveg bara endalaust sko. En þetta er alveg 2005 og þarna erum við að stofna skráningaráð og við förum herferð og tölum við alla svona forstöðumenn bókasafna hvernig við að standa að skráningu og vandamálið er sko að það eru of margir með skráningaheimild, allt of fáir sem bera ábyrgð og það er sko engin leið að framfylgja gæðaeftirliti. Núna erum við komið miklu betri tæki og en við náttúrulega, þú veist, þessir hlutir þeir koma alltaf upp að náttúrulega eins og við segjum, ef að manneskja skráir 2 bækur á ári, þá er hún alltaf að byrjunarrit og það er ofsalega erfitt. Hildur, hún kendi þarna, eins og ég segi, í líklega 12-15 ár bókfræðiskráninguna og þið sjáið að stendur F3, ég man ekki hvað það var það að sækja færslu og svo er líklega Ctrl F3 og svið 264 útgáfusviðið, þannig að það glittir í allt. Og hún gerði þetta á rosalega mikil natni og náttúrulega til að byrja með, þegar við byrjum í gamla Gegni, þá er þetta ógeðslega mikil vinna. Við vorum með endalaus námskeið og hvert námskeið 3 dagar í einu. Myndirnar sem ég fann, þar voru rosalega mikið svona. Þarna eru þeir sem að koma að skráningarnámskeiði einhver tímann og þú veist, þurft að gera eitthvað. Ragna með efnisorðin, Sveinbjörg með svona utanumhald, Dögg, hún náttúrulega hún bjó til skírteinin og gaf okkur skráningarheimildina. Það var ekki fyrir en Dögg kom að því og Rósa, hún var aðstofamanneskja og ég gerði eitthvað, skrifaði bréf og annað slíkt. En þetta var alltaf svolítið mikil vinna að koma þessu á og þetta voru náttúrulega staðnámskeið. Hérna sjáum við Hildi alveg í ham að kenna okkur og þá sjáum við í bakgrunninum að það stendur AS 59, VS 50, NOR 50, AUS 50, við könnumst öll við þetta og þannig að þá er hún að segja okkur örugglega hvernig við þarna með forðafærslunar eða þú veist þegar færslunar voru í stjórnunareiningunum en ekki upp í AS 01, það var alltaf eitthvað vesen, þannig að það þurfti að kenna það.
og hérna við erum ekki þreyttar hérna, en þarna erum við svona vinkonur í baráttunni, en margar myndir þá erum við úrvinda. Og ég veit ekki af hverju, eins og kannski hérna, þetta var skásta myndin, en þarna erum við að rýna í indextöflur. Og hérna, og þú veist, og ég get ekki látið mér detta í hug hvað vantaði, þú veist, af því að fyrst þá kannski fannstu ekki íslenska efnisorð í gegni, þú veist, við þurftum alltaf að vera að bæta við, það voru ótrúlegustu hlutir sem var ekki hægt að finna og þeir fundust ekki fyrir að það var búið að indexa. Hérna held ég að við séum hérna alls konar dýrindiskonur. Ég held að þetta hafi verið þegar við erum að undirbúa RDA-innleiðinguna. Er það ekki, Magni? Já. Og hérna, þannig að þá komu fleiri að, en þetta voru allt endalausir fundir og mikil vinna. En þarna er einhver uppskera og okkur fannst tækifæri til að taka mynd af okkur. Og hérna, hér örugglega nýtt skráningaráð og fræðslufundi skrásetjara eins og í dag og okkur hefur fundist við hæfi að fara hérna niður í stig og láta taka mynd af okkur. Þannig að það er alltaf, en Hildur var sko í skráningaráði frá því við líklega stofnuðum það 2005 þangað til hún hefur verið í hérna, hún hefur allavega verið í 10 ár og hérna og gerði rosalega margt. En í skráningarnámskeiði, eins og hérna, það þurfti bara rosalega margar hendur. Þetta var ofboðsleg vinna og hérna, og Hildur var líka, það var ekki komin, þú veist, COVID var ekki komið og hérna, og allir þessi fjarfundabúnaðir, þannig að Hildur var meira og minna uppi hjá okkur í landskerfi fyrsta árið. Við vorum alltaf að funda og gera eitthvað og vinnað einhverju úrbætum á bókræðagrunninum og skráningu, þannig hún var alveg rosalega mikið hjá okkur. Svo höfðum við það fyrir sig þegar Hildur var hérna að kenna, að þá fórum við hamborgarafabrikuna og fengum okkur hádegismat í lok skráningarnámskeið og þetta var alveg gert alveg með áraraðir og var rosa gaman. Og svo kemur hérna enn eitt skráningaráði, það er alltaf og við stillum okkur upp og hérna, en þetta er bara svona, ég tók þessar myndir bara til þess að sýna ykkur hvað Hildur var virk og hvað hún var mikil sko drifkraftur í að búa til þetta verklag og þessi samræmdu vinnubrögð sem að við notum í dag og sem við gerum okkur finnst algjörlega sjálfsagt að gera. Og þarna erum við bara kátar, við erum líklega búið með námskeiðið og hérna og bara, já, bara mikil gleði. En hérna, og svo eru hérna, eins og ég sagði, þá var Hildur rosalega góð vinkona okkar og hérna, og við buðum gjarnan, svo Ragna og ég og Hildur og fleiri buðum gjarnan í mat fram og tilbaka og hérna, og áttum okkar gæðastundir. En ég veit bara að lokum þakka sem sagt náttúrulega Hildi og hennar minningu fyrir samstarfi á vináttuna og líka öllum sem hafa verið í skráningaráði og svoleiðis. Ég er svona, þetta er hérna, það er líka, þetta verður eflaust minn seinasti fræðslufundur, ég er farin að huga að eftirlaunum og svoleiðis og hérna erum við vinkonunnar eða Hildur og Ragna hérna upp á torfþaki, eitthvað upp á heiðum. Það var eitthvað svona sem að, þar er kjarninn, hann liggur þarna á heiðarbílum og Hildur var náttúrulega alin upp við mjög sérstakar aðstæður við Jökulsá á fjöllum, á bekkum Jökulsár á fjöllum og heimilið þeirra er löngu horfið í ána, sko, það bara hrundi. Þannig að já, við bara þökkum Hildi fyrir alla þessa grunnvinnu sem að hún hefur unnið fyrir okkur og við byggjum á.